Já, það var held ég síðasta vetradag sem ég átti leið Iðnó og þar var mikil svona söng, skemmtun og gaman. Húlum hæ og þar var á sviðinu hljómsveitin Þokkabót. Og þetta var í fyrsta og eina skipti sem ég hef heyrt í þeirri hljómsveit á sviði en mín bernska, eins og sennilega ykkar margra, hún að mörguleyti vörðuð tónlist þessarar ágætu hljómsveitar. Og gaman að segja frá því að það má segja að hún eigi hér svolítið comeback þessa dagana. Mér skilst að það séu 50 ár liðin síðan fyrsta lag Þokkabótar kom fram og þeir hafa spilað í salnum í Kópavogi, gott hefur ekki á leiðinni norður bara bráðlega. Þannig að það svona svolítið líf í tuskunum hjá þeim og hljómsveitin Þokkabót, hún samdi stundum texta sem þóttu svolítið hættulegir. Þetta var talin pólitísk hljómsveit á einhverju tímabili. Ríkisútvarpið gat verið með stæla og jafnvel einhverjir aðrir fjölmiðlar þegar koma þessu. Þannig að hér á samstöðinni fjöllum við jú pólitík í fortíð, samtíð og framtíð. Þannig að mér fannst þetta allt saman sem ég hef verið að segja ykkur kæri hlustendur og áhorfendur stefna ég þá átt eina að bara hóa saman nokkrum meðlimum þessarar góðu hljómsveitar og hingað eru komnir þeir Lárus Halldór Grímsson, Halldór Gunnarsson og Ingólfur Steinsson. Velkomnir. Takk fyrir. Hverjir ykkar eru upprunalegir í hljómsveitinni? Það erum við Ingólfur. Já. Við stofnuðum Þokkabót ásamt Gylfa Gunnarsinni og Magnúsi Einarsinni. Já. Haustið 73. 73. Og upphafið Austurland eða hvað? Seyðisfjörður? Já. Við þeir eru frá Seyðisfirði. Þremenningarnir. Ég kom þangað í eitt sumar 70 og það kynnist í þeim og við förum að syngja saman við Ingólfur unnum saman í Fristuhúsinu. Já. Og mjög fljótlega í staðan fyrir að tala saman þá sungum við alltaf saman. Já. Tókum ykkur lög og það mátti annar okkar mátti ekki ropa öðruvísi en að hinn væri búin að finna ykkur rödd við. Hvað segir þetta? Þannig að þetta small mjög vel saman. Já. Og þessi vináttu hefur haldið síðan, sko. Og eru til daglega textar í pásum og eitthvað svoleiðis? Við vorum nú ekki byrjaðir að semja þá. Nei. En það má segja að í upphafinu og þessari fyrstu plötu þá hafi verið kannski snilldin fólkin í því að finna góða texta og lög og Ingólfur og Gylfi áttu mikinn heiður í því. Já. Og Ingólfur var í menntaskóla fyrir norðan og þar lærði hann allskyns og lög og texta, já. Og færði okkur og við settum svo í okkar búning. Einmitt. Og Lárus, þú kemur til sögunar hvað, 78? Já, Já. það síðasta platan. Já, og þú ert hljómborðsleikari og spilar á alls konar flautur og fleiri blástusljóðfæri eða hvað? Já. Og þú gerir hvað? Ég spila á hljómborð í þessu og munnhörpu og syng og svona öru kori. Já. Og hvað þá eftir handa þér? Það gítarinn, kassagítar og söngur. Já, einmitt. Sko, þetta þjóðlaga skotið pop eða hvað? Já, það Ég var að lýsa þessu þannig. Já, við vorum búin að spila lengi heima á Seyðisfirði í nokkur ár þessir þrír þarna, Maggi, ég og Gylfi. Já. Og voru náttúrulega að taka poplögin eftir því sem komu frá Englandi og Bandaríkjunum. Já. Og síðan héldum við því áfram þarna eftir að Dóri kom austur 70, ungur guðfræðingur. Já. Hann entist nú ekki lengi í guðfræðildinni en það önnur saga. En við héldum áfram að spila poplög og syngja og bara hvað eina í rauninni. Já. Allt, við sungum það var ansi
fjölbreytt. Raddsetningin, hún var í fyrirrúm, það ekki? Þeir syngið allir og þeir lögðu mikið upp úr raddsetningu, ekki það? Já. Og það var á þessum tíma, við hlustuðum mikið á raddaðan söng, náttúrulega Bítlarnir og Hollies, Crosby, Beach Boys og allt þetta. Beach Boys. Það var þessi skemmtilega harmonía sem að sko hver eiginlega rödd var jafn gild, var svona veggur, þetta var ekki ein rödd og margar bakaraddir, heldur var þetta einn þéttur radd veggur. Já. Og við höfum óskaplega gaman að því. Svo gripum við náttúrulega til, við vorum mjög veiki líka fyrir sko íslenska fimmmundarsöngnum. Við höfum alveg rætið að þangað sko. Já, við snýrum ýmsu upp í 500, meðal annars sungum við sem mótmælarsöngvarnir voru sungnir í 500 og náttúrulega þjóðlega heitin meira minni 500 og svo framvegis. Það var eitt orð sem að við sungum í 500, það var hérna í Nýrika nonna. Það var hérna endar á einokunar kapitalismin var sungin í 500. Það mun verið í eina skipti sem þetta orðið er sungið í 500. Já. Sko, voru þið grjótharðir vinstri róttæklingar eða hvernig var það? Við erum það. Og eruð? Já, við höfum ekkert breyst sko. Nei, við höfum ekkert breyst. Þannig. Og það þá vægt til orðarsöngin. Lalli náttúrulega í Vesturbæjar alltaf í pottinu þar og þar er alveg svaka sella í gangi sko. Einmitt. En sko, það sem ég hef lesið mig til þokkabót, það bendir til þess að þið hafi nú svona stundum þótt svolítið hættulegt band, eins og ég nefndi hérna í inngangnum. Hvenær rekið ykkur fyrst á það að textarnir ykkar þyki full róttækir? Það var bara í byrjun sko, þessi fyrsta plata okkar, hún var nú eiginlega róttækust af því öllu saman, Nýriki nonni og Framagosin og Veislusöngur og þetta allt saman, Litli kassar og fleira. Þessi textar voru allir frekar róttækir og sumir mjög róttækir. Og svo svona mildaðist þetta með árunum en það var í rauninni í byrjun sem að það var svona svæsnast. Er ekki rétt hjá mér sko að RÚV hleypti ykkur ekki inn einhvern tímann eða hendi ykkur út eða hvernig var það? Nei, ég man ekki eftir því. Ég man sko... Eða neituð að spila lag eftir ykkur? Já, jú. Er það ekki? Já, fráfærunum. Já, einmitt. Já, fráfærunum, Já, það fjallaði herinn, B-liðinn fjallaði herinn og það var mjög viðkvæmt málefni. Já. Og RÚV var ekki tilbúið til að spila það alla þá B-lið sko. Nei. En ég man eftir því sko með fyrstu plötuna að RÚV, þarna þeir voru þarna tveir nokkuð góðir, Jón Múli og Pétur Pétursson. Þeim leiddist ekkert að skella plötuna á fóninn og láta hana ganga aðra hliðina. Gerðu það mjög oft á gufunni. Þannig að við vorum mikið spilaði þar. Og það er eins og ég segja sko að sko þessi róttækni við vorum svo glaðir ungir menn, sko, við vorum ekki reiðir ungir menn. Einmitt. Og það breytti því við vorum svo glaðir að boðskapurinn átti svo auðvelda leið. Fólk var farið að syngja með og tralla með sem var kannski alveg og andverið meiði, sko. Já. Einhvern tíma kom til okkar maður þá vorum að skemmta við gerðum mikið af því að skemmta þarna fyrsta veturinn svona ýmsum veislum og svona. Þú voru skemmt á ásatt í Sjálfstæðisflokknum, var það ekki? Jú. Og þá kom einn til okkur og sagði, mikið er þetta gott, ég hef alltaf verið svo sammála ykkur og ég hef alltaf verið svo hrifinn af Nixon, sagði hann. Hey, hooray for the USA. Hann var alveg með þetta á hreinu. Hann var mjög hrifinn af þessu. Hann tók þetta bókstaflega. Hann tók þetta, við bara þess að gaman að þessu. Þess vegna, en það voru margir sem voru að reyna að koma boðskapnum til skila með reiðinni og það gekk náttúrulega ekki.
Það gekk ekki. Nei, það gengur ekki. Söngurinn, sko, hann náttúrulega söngurinn, hann framkallaði þessa gleði, sko, hjá okkur og svo kom róttæknin á eftir og en söngurinn var í fyrirrúmi. Og það er þetta hægt að vera listræn, róttækur og glaður í senn. Já. Það átt að gera þetta besta. Já, þið hafið verið bara hálfgerðir kapbátar. Við erum með gleðina í fyrirrúmi en samt mikla óbyrg. Nei, við erum svo glaðir yfir því að vera að gera okkar besta. Sko, af því að hér var minnst á litla kassa. Er það ekki stærsti smellurinn ykkar eða hvað? Jú, held ég nú, verður nú að segja. Já. Lagið er... hvað get ég sagt mér þetta lag? Ég vissum að hlustendur áhorfendur vilja vita allt litla kassa. Þetta er amerískt lag eftir Malvínu Reynolds sem var, minni mig, blökk kona, var hann ekki svört. Og Pete Seeger söng þetta, gerði þetta vinsælt, þetta lag og síðan barst að hinga til Íslands og Little Boxes og Þórarinn Guðnason læknir, hann sneri þessi yfir á íslensku og staðfærið einhverju leyti sem setti nöstið inn í og fleira íslenskt. Já. Er hann vinur hljómsveitarinnar eða er nýr hljómsveitin? Nei, hann var nú í rauninni af annarri kynslóð, svona eldri en við, sko. Pabbi Eddu Þórarins og Freys og þeirra. Hver greip þetta í hljómsveitinni að þarna væri tækifæri? Komst þú ekki með þetta að borðinu? Jú, allir það ekki. Því ég hef ekki komið með þetta. Mér minni það, ég held að það hafi verið flutt, það var Ken í Ólafsvík og mundi ég eftir þessu, hafði samband við Ingo, hann sendi mig textan og það var einhverju sameiginlegri árshátíð skóla á Snæfellsnesi, þar sem að við þarna 4 kennarar í Ólafsvíkurskóla sungum þetta saman. Já, var það? Já, þetta var 71. Og það var þetta í feikilega lukku. En svo var þetta líka, sko, þetta var svo grípandi, litli kassar, sko, litli krakkar sungu þetta, sko. Já. Það var svona líka svona ákveðin barnatenging og merkingin kemst ekki alveg yfir. Krakkarnir sungu þetta á þess að átta sig á því hvað þetta væri. Textans var. Maður þurfti svona nokkur ár umfram leikskólaaldurinn kannski til þess að skilja það. En ég nefndi það við ykkur fyrir þáttinn að systir þín, Iðunn Steinsdóttir, hún var kennari minn austur í Mývatnssveit í Reykjahlíðarskóla og við fórum bara í einni kennslustundinni yfir boðskapinn í þessu lagi og opnaði augu margra mývatnskra barna að já, það var nú kannski sitt hvað sem maður þyrfti nú svona aðeins að vera vakandi fyrir sem ég varst mjög skemmtileg og þetta er einn þessara kennslustundar sem ég gleymi aldrei. Önnur kennslustundir þegar annars gleymir maður þeim flestum, sko. Önnur kennslustundir þegar gosið hefst í Heimaey og allir út úr stofinni og næsta sjónvarp og bein útsending og svo núna spyr ég yngstu börni mín, ég á 14 ára stelpu, hvort kennararnir séu ekki stundum að ræða þjóðmál og nei, það má ekki, þá eru þeir reknir, þá eru þeir ámyndir og koma foreldrar brjálaðir og þannig að það er margt breyst. Iðunn gerði fyrir okkur nokkra texta og við sungum einn á fyrstu plötunni þarna Uglan og læðan hétan og það var þýðing á ensku kvæði. Einmitt. Svo langar mig aðeins að ræða við ykkur hann Þórarinn Eldjárn í þessu samhengi. Kom hann ekki eitthvað við sögu snemma? Jú, hann kom við sögu. Við sungum, það voru 2 lög eftir hann, eða 2 kvæði eftir hann, það voru fyrstu bókinni. Já. Hét hann ekki kvæði? Jú. Já. Það var Möve kvæði og Sveinbjörn Egilsson. Já, Sveinbjörn Egilsson líka. Já. Og þeir gerðu lög við þetta Maggi og Gylfi við þessi kvæði og svo maður name droppi nú þannig að þið eru já, þið hafið verið ansi heitir á tímabili og eru kannski enn og sko við sóttumst mjög mikið eftir sko góðum textum það var lykillinn sko og fórum líka í smiðjur sko
eldri þjóðskálda, sko, eins og Steinar, Laxness. Jóhannes og Kötlum, Laxness og fleiri, þannig að það væri eitthvað svona eins og miðvikudagur að lífi gengur sinn gang, sko, sem er ákveðin þjóðfélagsrýni líka, sko. Já, þið hringdu aldrei í Friðrik Dór. Hvað segir þið? Nei, þið hringdu aldrei í Friðrik Dór og Jón Jónsson. Voru þeir fæddir? Nei, þeir voru ekki fæddir. Nei. Já, það er önnur ella. Já, önnur ella. En sko, hérna... Svo fórum að fást við að kannski að semja, sko, texta sjálfur og semja sjálfur lögin og svo leiðis. Já. Það var þessi þróun, sko, hjá okkur að fyrst voru það svona samsafna lögun sem við höfum verið að syngja á skemmtunum og þar voru þessi róttæku textar eftir ýmsa. Rúnar Ármann, Skúla Tór, Kristján Guðlaugsson og fleiri sem voru nú svona frekar langt til vinstri margir og svo smám saman þróaðist þetta út í það að við vildum fara að gera meira sjálfir, sko. Og þá var það einhver allt önnur tónlist í rauninni sem við vorum að spá í að það var kannski nær King Crimson og slíku heldur en akkurat mótmælaöldunni, sko. Já. Höfðu þið eitthvað upp úr þessu? Nei. Já, sko... Við höfðum upp úr þessu. Alveg helling, sko. Þetta eru, sko, góðar minningar. Ekki peninga. Við hérna erum núna á fullu við að koma fram aftur og veitt okkur náttúrulega bara gleði og vináttu. En ekki... Vera til umbun enginn. Hún var aftur á móti svona, en það skipti hún einhver máli þannig, sko. Svo koma inn alltaf einhver stefgjöld svona þegar. Já. Það er alltaf eitthvað. Það er eitthvað krónur. Já. En sko, datt ykkur aldrei í huga að gerast bara sveitaballa hljómsveit og fara bara túra og rífa? Við vorum eiginlega sveitaballa hljómsveit á sumrin hann að fyrst. Einstæmi fyrir austan. Við fórum austur á sumrin og spiluðum á sveitaböllum og í Herðubreið og Skatturinn fer ekki að elda ykkur marga áratugi aftur í tíma. Þið getið alveg sagt mér að þið hafið hérna haft ágætt upp úr einhverju sveitaböll. Við hafðum ágætt upp úr þeim. Já, sko. Ég var náttúrulega meira í svo harki, sko. Já, Lalli ekki þetta betur. Maður kannski fór austur á Firði og það komuð fáur á ball. Já. Og þá hérna já, þá þurfti maður að spila næstu helgi upp í tapið af fyrir helginni og svona, en annars lifði maður af þessu. Ég starfaði við þetta bara. Ég hef gert alla mína tíð fyrir unni. Já. Með náttúrulega að gera alls konar hluti, sko. Já. Eru þið allir, sko, menntaðir í músík? Nei. Lalli. Lárus. Ég myndi segja að meðaltali værum við mjög vel menntaðir. Já, en ekki kemur skóla. En sko, Lalli heldur því meðaltali uppi, sko. Við erum svona meira háskólamenn, sko. Fórum í gegnum háskólan. Já. Sögu og ensku og hvað var það? Ég hef verið félagsfræði og félagsráðgjafi. Við erum ágættir við kunnum bragfræðina vel. Já. En Gylfi var nú menntaður í tónlist reyndar. Hann var söngkennari og fór austur og gerði skólastjóri við tónlistaskólan. Og Maggi líka. Og Maggi var tölvöld menntaður líka. Magnús Reynarsson. Fór utan. Já. Maggi lærði á Ítalíu og hvað Englandi líka. Já. Sprenglagt á gítarinn. Leið ykkur aldrei eins og þið væru svona tækifæri ykkar hefðu orðið meiri ef þið væru svona með einhverja heilalausa brimklóa texta og svoleiðis af því að sko til dæmis ef ég les mér til ykkur þá sé til dæmis að plata sem að seldist í 5.000 eintökum þegar einhver gullplötu fyrir hún fekk aldrei krítik í Morgunblaðinu og þegar þá menn bara þá líta menn þannig á að þeir séu varasamir pappírar
og hérna eftir því sem við skoðum sögu Íslendinga betur þá komumst við að því að það voru alltaf alls konar þræðir, straumar og stefnur. Það var eitthvað ósýnilegt sem að reyndi að kaffæra þetta, setja það til hliðar, jaðarsetja og svona. Ég er búin að skrifa bók um spillingu og hef töluvert hérna lagst í heimildir og söguna. Var það aldrei í boði hjá ykkur að vera aðeins minna pólitískir og selja ykkur meira? Nei, ég held ekki. Það hefur eiginlega svona í gegnum tíðina að hefur maður eiginlega aldrei verið með þann þangagang. Nei, það hafði ekki til okkar einhvern veginn að það var bara að keyra á hugsjónindar sko frekar. En samt sko mokkinn kemur við að rifjast upp fyrir mér þegar við tala þetta. Þá það þannig að þegar við erum að æfa þarna og byrja þeir að syngja þessi lög að það kemur til okkar fyrir áeggjan Óla Þórðar sem var í Ríó. Já. Og hann svona hvart okkur mikið og allt okkur út í Óli var eiginlega guðfaðir þokkabótar sko. Já, má segja það. Hann kom á æfingu og hann sagði þetta þarf að fara á plötu sagði hann. Alveg, við bara fyrstu 2 plötunar var hann upptökustjóri á fyrstu 2 plötunum. Það er nefnilega það. Og hérna þá kemur á eina æfinguna sem við erum að æfa í kjallara íbúð vestur í bæ kemur Svenni Guðjóns blaðamaður á Morgunblaðinu og hann situr og hlustar þarna á okkur, flytja nokkur lög og skrifar okkur þessa glimrandi þarna lofgrein. Þannig að það var að fyrsta umfjöllunin kom í Mokkan og var mjög jákvæð. Maður meira að segja fyrirsögnin í honum og þeir eru frumlegir í þokkabót. Já, það er frábær fyrirsögn. Hún lifir enn. Þannig að þetta hefur verið svona smá svona ástarhattur samband þarna vil. Svo hérna Eggert Þorleifsson, leikari. Já. Hann hefur komið við sögur hljómsveitar. Hann var með okkur í nokkur, á 2 plötum var það ekki? Já, hann var með okkur á bætiflákum og fráfærum líka. Kom inn í hana. Er hann að blása í lúðrana og flauturnar fyrir Við Eggert vorum á svipuðum tíma þarna bara upp í tónlistarskóla. Hann var að læra á klarinett og lærði bara töluvert mikið á klarinett. Svo var hann að spila á flautuna á þessum plötum sem hann var með. Hann kom austur og var fyrir austan dálítið á sumrin að vinna og hann hafði verið á Akureyri til dæmis við kynntumst þar upphaflega fyrir 70 sko. Er það í mennskólanum? Og hann söng eitthvað. Hann söng heilmikið, mjög flott rödd sko sem hann býður upp á. Ég sé ekkert margir sem viti af tónlistarferli hans í dag. Er hann alveg dottinn út úr músíkinni? Hann hætti alveg að spila. Það var reynt að fá hann til þess að vera með núna og hann það var bara þvert. Hann söng þarna til dæmis töluvert eftir að við hættum sko. Hann söng til dæmis lög eftir Óla Hauk Símonarson. Töluvert hérna Fólkið í blokkinni var það ekki? Já. Þeirri plötu. Ég verði aðeins að spyrja ykkur út í lífstílinn, strákar. Ég var einu sinni í hljómsveit og ég var næstu búin að drepa mig á lífstílinum sko. Og hérna voruð þið ekki alltaf fullir? Voruð þið ekki alltaf fullir? Nei, ekkert endilega sko. En yfirleitt? Jú, við drukkum sko. En meira eftir gig sko, eftir bólin. Já, maður þurftu nú að standa sína plikt sko. Sko, náttúrulega þegar við erum að spila, þú varst koma fram á einhverju skemmtun og svona sko, sem að gigið tekur fljótt af og þá er oft partí á eftir og svona sko og við ungir og hressir sko. Já, það var mjög hættulegu lífstíl, það er rétt sko. Einhvern veginn þarf maður að ná sér niður eftir þessa svaka spennu sem getur orðið á sviðinu, ekki síst þegar það gengur vel. Og hérna hvort ætlar maður að hlaupa maraþón eða fá sér hans í glas? Já, maraþón var ekki komið í tísku þá. Já, var ekki komið í tísku. Það var
það var ýmislegt Já, gangi, sko. En engar megaflækjur og vesinn, þetta verður ekki svona varðað braut hljómsveitarinnar ekki eins og þið viljið ræða hér og nú við mig. Já, sumir okkar eru náttúrulega hættir að drekka. Já, það bara Ég nú, það bara eins og menn hætti bara skömmu seinna, sko. Ég nú búin að vera edrú í 46 ár, sko. Já, vel gert. Þannig að ég man þetta alla. Nei. Ég hætti líka, sko, Já, ég eini syndaselurinn í hópnum. Ennþá. En það verið að vinna í þessu. Svo kemur að því að ég þarf að taka mig taki. Þá veit hann hvert hann á að leita. Já. Það eru traustir vinir. En ég man alveg eftir því, sko, að það var, ég bjó á Hverfisgötunni og það var einhver skipti sem að bjallan hringdi. Og það var mjög stutt í ríkið á Lindagötunni. Já. Og þá hafði einhver komið þar við 11 morgun og vakti mig með Bianco-flösku á rúmstokkin. Þannig að ég fikk Bianco på sengen svona oftar en einu sinni. Segiði mér aðeins frá svona samtímanum þá, hvernig það er að koma aftur saman og spila aftur, sko. Ég tekið eftir því að þið hafi svona við komið fram síðustu áratugi. Já. En hvað er það sem að svona kyndir eldin? Það sem kynnti núna eða upphafað þessari endurkomu, sko, var kannski að það kór, söngfélagið sem að hann hefur leitt hann Hilmar sem var bassaleikari hjá þeim, Hilmar Agnarsson. Já. Og kórstur upp á Akranesi. Já. Og í söngfélaginu líka. Og það voru haldnir tónleikar, sko, við höfum ekkert minnst á hann ennþá, en hann var með okkur á einni plötu. Já. Fráfærum, hann Leifur B. Hauksson. Já. Og og þá voru haldnir minningartónleikar Leif, þar sem að þessi kór og hluti á dómkórnum fluttu lög sem höfðu verið Leifi kær og lög eftir hann. Já. Og þar á meðal voru lög sem við höfðum sett á plötun okkar Fráfærur. Og nú saga að segja frá þeirri plötu, en og Leifur sem sagt samdi þar nokkur lög, ásamt okkur og við fluttum þau, og kórarnir fluttu þau lög og við vorum fengnir, við komum þarna, ég og Ingo, og spiluðum með sem sagt fulltrúar þokkabótar, sko. Og þá eiginlega kom þetta að okkur hafði aldrei grunað við ættum eftir að spila þessi lög live, sko. Það var mikið lagt í þessi lög, sko, í stúdíu og svona, og þetta gekk svo vel að við bara, nú er komið að því, nú bara kýlum við á þetta. Og þetta eru fínustu lög eftir hann Leif. Alveg gull. Við Halli vorum að tala þetta bara í gær, við hittumst í sundi og þetta er alveg bara, þetta er alveg gull, bara gegn heilt dót, sko. Og sem sagt, og við héldum þá tónleikana í mars, og svo ætlum við að hafa kannski að það komið fram, við verðum auka tónleika, sko, eftir við fengum svo góður undirtektir, fylltum húsið. Salinn í. Og verðum með salinn 5. júní líka, sko. Og náttúrulega græna hattinn á þér. En þetta var svona upphafi. Við vorum líka aðeins búin að hittast hvað eigum að gera eitthvað varðandi 50 ára afmæli, sko. Við þyrftum að taka ákvörðun að gera eitthvað, eða við tækjum þá líka ákvörðun að gera ekki neitt. Það yrði að vera eitthvað ákvörðun. Halldór var nú eiginlega prímus mótor í þessu máli, sko, að koma þess á koppinn, svona
við hinir svona fylgdum með, en hann var í rauninni svo sem ítti þess að stað. Já. Og það var, þetta var upphafið að þessu lág í minningatónleikunum Leifur Hauksson var með okkur hann var tölvöld mikið á Seyðisfirði og á sumrin og var með okkur á einni plötunni þarna alveg frábærum og var búinn að vera lengi í kringum hljómsveitina og fór svo seinna í útvarpið, var lengi útvarpsmaður eins og þekkt er. Nú finn ég það þegar ég er sjálfur að spila á píanóið heima að fingurnir eru aðeins styrðari að þeir voru fyrir 40 árum en músikalitetið getur verið meira en nokkru sinni. Er það ykkar reynsla líka að maður geti orðið músikalskari og maður geti skilið tónlist betur og betur eftir því sem árin færast yfir en hérna þótt kannski, þótt fingurnir hlýði mann ekki alveg eins og þeir gerða einhvern tímann? Jú, maður kannast eitthvað það. Það bætist alltaf í þekkinguna Já. ári hverju. En ég er í sammála þessum með fingurna, sko, þeir verða náttúrulega svona þreyttari með tímanum og láta vera stjórn. Já. En þetta er þarna einhvers staðar, sko, alltaf í vöðvaminninu og þetta er náttúrulega bara þá æfing, sko, ef maður bara hættir ekki fyrir henni færnir að hlýða, auðvitað er þetta bara æfing. En ég er náttúrulega alltaf eitthvað að spila, sko, með öðrum svona. Já. En eftir að ég hætti að kenna, þá var ég alltaf að spila með krökkunum, sko. Já. En þá svona, maður er farin að láta á sjá, kannski. Maður á smá erfitt með tónmyndun og flautuna og svona, maður spilar miklu minna. En þetta hérna er allt saman, sko, í lagi. Og ég er líka svo mikið að spila með einhverjum 2 böndum. Ég er í bandi líka, sko, og svo hélt ég mig lengi við, þú veist, í dinnermusík og svona, sko. Já. En það er eitt sem maður finnur með, sko, kannski líka árunum, að sko, ef að band á að vera gott, þá byggist það á því að þeir sem er í bandinu hlusti á hvað hinir er að gera. Það er alger lykill. Það heyra í hinum hvert bandið er að fara. Það er stóra máli, sko. Og svo þarf að vera góður trommuleikari. Ef þú ert með ónýtan trommuleikara þá er ekkert band, sko. Já, það verður aldrei betur en trommara. Lárus kom með trommara og bassaleikara úr Eykinni sem voru Ásgeir Óskarsson og Haraldur Þorsteinsson og hann kom með þá úr Eykinni á síðustu plötuna og þeir hafa fylgt okkur síðan. Við erum með núna. Já, við erum með núna. Og ef þeir eru innanbórs þá getur þetta ekki klikkað. Þetta er rík heldur, sko. Ótrúlega vel mönnuð hljómsveit. Svo væri kannski að bæta við hérna því að við ekki minnst á hana Jóhannu. Já. En Jóhanna Þórhallsdóttir, söngkonan hérna góða og geðþekka. Hún hérna var með okkur á plötunni Fráfærur og það er svolítið saga á bak við Fráfærur, kannski segjum það á eftir. Já, bara núna. En hérna, ég vildi bara taka það fram að hún er með okkur og leikur stærra hlutverk en áður. Já, í kompakinu. Já, í kompakinu. Hún er komin dottin inn í að vera með okkur í röddunum og svona, hefur mikinn áhuga. Hennar hlutverk stækkar með hverju tónleikum, sko. Bætist alltaf eitthvað. Og það bara bætir og ekkert annað. En Fráfærurnar, sko, gaman að segja frá því að það var þannig að mál og menning hefur sambandið okkur og spyr okkur hvort að við séum til í að gera plötu og langar til að þetta kannski fjalli eitthvað hernámið og herinn og veru hersins og áhrif hans. Jú, við erum til í það. Og þau bjóðu okkur það að vera á kaupi í 3 mánuði við að semja. Já. Sumarið 76 vorum við á kaupi að semja. Að semja
og það var sko Fordæmalaust á Fordæmalaust. þessum tíma. og við erum með þarna og við fáum til liðs við okkur sko, já, Leifur er þarna komið með, við erum aðalega í því 3 að semja, Leifur og Ingo. Svo fáum við Kalla Sighvats til að pródúsera og Sigurjón Sighvats kemur á bassan og ég fullyrði það að það er ekki að Sigurjón hann á þarna held ég sína bestu spretti á þessari plötu sko. Nú er ég ekki alveg með á nótunum. Sá Sigurjón sem varst að tala við, er það kveikmyndaframleiðandi? Nei. Jú, það er hann. Já, tónlistarmaður sem var í Flowers og voru þeir bræður, Kalli og Já, Kalli og hann voru bræður. Hákunnýsingar. Já, þetta vissi ég ekki. Og Jonni, hann kallaði Jonni alltaf Sigurjón, hann spilaði sko í gamla daga í Flowers, var það ekki? Og Brimkló. Ævintýri, já. Og svo kom hann var svona róttæklingur svolítið, sko, hann var svona þessi blandar, sko, businessmanni og róttæklingi. Já. og hann kom í hljónstina til okkar og við vorum saman í háskólanum í bókmenntafræði og svona töluðum okkur saman og hann kom inn í þetta með okkur, sko. Já. Og hann á þarna var líka lagði sitt í púki á þarna marga góða bassalínurnar, sko. Já. En byrju, þetta er bara stuttu áður en hann fer til Bandarækina í námið. Já, stuttu eftir, hann fór komið síðar til Bandaríkjanna. Sko, þarna Jonni, sko, hann er svo mikið það sem hann kallar athafnamaður. Það var alltaf að vera eitthvað í gangi, sko. Já, hann var líka einn af stofnendum hljóðrita. Já, hann átti stóran hlut í hljóðrita og við vorum að taka upp þar og nutum svolítið góðs á því að Jonni var í hljómsveitinni og hann átti líka hljóðrita, sko. Já. Og hljóðriti verður 50 ára núna í ár, sko. Já. Eins og við. Já. En er ekki líka rétt skilið hjá mér að þið hafið átt plötu Steinars Berg númer 3? Já. Sem hann gaf ekki Steinar út? Jú. Bætiflokkana. Já. Jú, allir það ekki. Það var bara verið 3. platan sem hann gaf út. Já. En í sambandi við fráfærirnar þá hérna heyrðist nú svolítið í þá var Vísir pólitískur, sko, og það eru til einhverja greinar og fúkur eða flaumur var þetta samstarf okkar og máls og menningar, sko. Já, einmitt. Hún er víða pólitíkin. Já. Það var eiginlega meira fannst mér í kringum það er ekki sammála því eldur inn í fyrstu plötuna, sko. Þeir voru ekki almennilega búin að átta sig á þessu fyrst, sko. Nei. En svo þetta var orðið mjög þarna á fráfærunum þá var þetta orðið þetta Þjóðviljinn skrifaði hátimbraðar greinar þessa plötu, sko, hvað þetta var frábært allt og mogginn var algjörlega mótið þessu náttúrulega og gerði sitt til að jarða plötuna, sko. En mér var svo fallegt hvernig þú lýstir hljómsveitarmennskunni á þann að þetta snerist í búin og grún mest að hlusta á hina og þar með yrði útkoman góð og falleg og við getum náttúrulega yfirfært það bara yfir á samfélagið að en sko er ekki ef þið berið saman æfingarnar núna þessa dagana, síðustu hljómsveitaræfingu og það sem áttu sér stað fyrir 45-50 árum, hvað er líkt, hvað er ólíkt og hvernig líður ykkur í dag þegar þið komið saman með að liðna tíð? Það er engin efni núna, ekkert áfengi ekkert slíkt, sko. Og nema við byrjum æfingar klukkan 1 en hérna áður fyrir þegar ég var í hljómsveitum, sko, þá byrjuðum við klukkan 10 á mótnana, þannig að við erum aðeins á eftir áallum. Okay. Já, við náttúrulega æfðu svo svakalega mikið. Já, maður æfðu svo mikið hérna áður fyrir, sko. Og það var bara reglan, ef maður vann við þetta, þá var bara byrjað að æfa klukkan 10. Alla daga vikuna, sko, nema bara þegar það var gig. Sko, það sem mér finnst er stóri munurinn á æfingunum núna og þá, það er það. Þá var alltaf þá vorum við að semja og svona, núna erum við meirið að rifja upp. Já, erum við að rifja upp. Já.
Hvernig gerðum við þetta nú aftur? Já, býttu. Já. Já, hvernig var þetta nú aftur á Hvernig plötunni? var þetta nú Við aftur? höfum þetta bara eins og á plötunni. Já. Já. Þannig að, Við förum svolítið eftir plötunum, sko. Og svo er þetta mikið af síminninu einhverstaðar, náttúrulega, vöðvaminninu eins og sagt er. Já. En hefur ykkur dottið í huga að skrifa nýjan smell? Nei, í rauninni ekki. Nei, það er ekki. það eru svo margir í því, sko. Það er alltaf tímar núna, sko. Já. Þetta er náttúrulega þetta umhverfi, sko, þegar við erum að gefa út okkar fyrstu plötu eða okkar plötur, þá er ein útvarpsstöð. Já. Og það er allir að hlusta á hana. Já. Og það sætti tíðindum þá, ef að einhver gaf út nýja plötu, það var bara, Já. Já, það vissu allir að því, sko. það vissi allir að því. Ég Nú held er þetta orðið miklu meiri slagur athygli og markhóparnir miklu afmarkaðri og markaðsetningin flóknari. En hvernig hefur það verið fyrir menn eins og ykkur sem lögðu svona mikið upp úr söngnum og rattsetningin mjög falleg og flott og bara mörg lögin ykkar alveg frábær, bara svona listrænt séð. Vel pródúseruð, vel samin, mikið hugvit. Hvernig er fyrir ykkur að horfa kannski á Eurovision fyrir nokkrum árum og sko 18 lög af 20 eru sungin í gegnum autotune? Hvernig líður ykkur? Mér líður mjög gamaldags, sko. Það er ekki. Það er ykkur þá líður mér eins. Við erum ekki með autotune á sviðinu þessa dagana. Eurovision hefur nú aldrei verið mín keppni heldur, sko. Nei. Það er aldrei, En ég það er aldrei skil fullt, hvað sko. Já, ég er svona að tala niðursuðu tónlistar, sko. Já. Þetta er náttúrulega, manni líður ekki vel að hlusta á margt að þessu, sko. Já, mann er nokkuð að líða vel yfir, sko. Og það sem að manni finnst kannski Á mann ekki bara að berja í borði. Það sem manni finnst verst núna er sko að textarnir sem er boðið upp á núna í íslenskum svona pop tónlist, sko, að það getur verið svo skelfilegt. Lagið kannski í lagi, en sko textagerðin er oft alveg svakaleg. Ég ætla að fá að vera með þið bara í þessu gamaldagsliði hérna. Já, mér finnst þetta nú vera svona reyndar, sko, það er innanum það er fínt, sko. margt gott innanum. En Þetta er orðið svo fjölbreytt, það er orðið svo mikið, sko, pródúkt, mikið af efni sem kemur út og sumt er alveg, finnst okkur kannski glatað en annað er gott, sko, og textar og lög, góð, bara. En það sem er líka, sko, að það er sko að textinn oft sem betur fer skilst ekki. Já. Það er líka og það þykir fínt. Jú, erum við hrókafullir. Já, nei, ég er bara að segja, ég er bara spurður, ég er að svara í einlægni. Já, mjög gott. Já. Og því að ég vil hafa það þannig, þegar ég hlusta tónlist með texta, að ég þurfi ekki að einbeita mér mjög mikið við það og eyða mikill ork í það að heyra í fyrsta lagi á hvaða tungumáli sungið og í öðru lagi hvað fjalla textin, sko. Þetta þarf að koma í einu, þetta þarf að skapa eina heild og eina samfellda upplif. Að þessu leyti er ég mjög gamaldags og ég er óþolandi stundum. Já, og svo Við lögum mikið upp úr þessi gamaldaga framburðinum, sko. Þegar Jón Ásgeirsson kom í heimsókn einu sinni, tónskáld, þá höfum við verið að taka upp Austurvöll á annarri plötunni sem var lag eftir hann og Jónas Árnason. Hann sagði, hann hafði lítið lagið að segja en hann sagði framburðurinn er góður, sagði. Framburðurinn er góður. Já, og þetta, ég þakka þetta oft, sko, Gylfa. Gylfi var í söngnámi þarna í tónlistarskólanum og allavega með mig, hann kendi manni að, þú veist,
halda utanum orðin og láta þau koma mjög skýrt fram, sko. Þannig að þau yrðu framalega og enginn þyrfti að hafa fyrir því að skilja hvað við vorum að segja. Nei, ég menn það segir sér sjálft að framburðurinn er hluti tónlistarinnar. Já. Og það þarf margt að fara saman til þess að galdurinn eigi sér stað. Já, nákvæmlega. Já, menn get ekki verið að muldra bara út í eitt. Allavega ekki baráttusöngur. En mér finnst muldri samt skárra henn autotúnið, sko. Það hefði bara það er svo ofnótt. Já, þetta er bara ekki hægt. Það er ekki hægt að bjóða fólki upp. Nei, það er ræðilegt. Það er ræðilegt. Vonandi er þetta dett út. Ég held að það sé nú eitthvað sem bendir til þess. En strákar, það er búið að vera virkilega gaman að hitta ykkur og þeir eru svona gömlu ofurstjörnuna mínar úr Mývatnssveitinni. Það var komið tími á að hittast og geta sagt ykkur að þið lituðu mína barnæsku og ekki síst konuna minnar. Þið eru uppáhaldsljómsveit konuna minnar þegar hún hugsar aftur til bernskunnar. Við byrjum að heilsa konuna. En tengdapappi minn, hann á allar held ég þokkabóta plöðundrar. Já. Pappi Báru, já. Þannig að þetta var líka, sko, eldra fólki sem að já, ekki spurning. En ég segi bara takk fyrir framlagið, þetta er mjög mikið framlag, það spannar 50 ár og auðvitað var gaman og þess vegna komum við saman, en þeir bjugguð til svo mikil menningarverðmæti fyrir okkur hinn og stundum er svona gott að maður sé myndur á það að maður var líka að bara prjóna þetta samfélag, leggja til samfélagsins og það hafið þið svo sannlega gert og ég óska ykkur góðsgengis í þessum giggum sem framundan eru kæru félagar Lárus Halldór Grímsson, Halldór Gunnarsson og Ingólfur Steinsson. En við ljúkum rauðaborðinu í kvöld með þessu spjalli, minnum ykkur kæru hlustendur og áhörundur á það að ef þið eruð aflögu fær með 2750 krónur þá getið þið gerst áskrifendur að samstöðinni með því að fara inn á vefslóðina samstöðin.is, haka þar við hnapp þar sem ástendur áskrift og getið með einni einfaldri færslu bæst í hóp þeirra sem að halda þessari stöð lifandi. Við fáum ofta að heyra það að Íslendingar myndu ekki vilja án samstöðarinnar vera og besta leiðin til þess að sýna hugsýn í verki er að styrkja okkur með mánaðarlegu framlagi. En ég þakka Pétri Fjellsteð, tæknimanni, samverunni í kvöld og öllum gestum þáttarins. Við sjáumst aftur annað kvöld klukkan 8. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.